23-24. Þetta komið að stað hérna í Mósesbænum. KFC-leikurinn kallaður frýtkýtingur hérna inn í teig og svo sænski lætur menn vita að hætta þessu rugli. Þá var það Aron Elí, nei hérna segi ég Elmar Kári. Aron Elí skallar hérna í teginn aftur og þetta fyrsta markið! Bart Koistra að koma honum yfir línuna, 1-0 afturhelding, drauma byrjun heimamanna. Góð hornspyrna frá Elmari Kári. Kemur fyrirgjöfin út í teginn og henni skallaðinn. 2-0 hérna. Óðinn Bjarkason. Slæm mistök hérna hjá Hjörvari í markinu. Nær ekki að grípa boltann og slæra hann bara beint út í teginn þar sem Óðinn stendur bara og þakkar kærlega fyrir sig. 2-0 eftir 9 mínútna leik. Afturhelding bara í draumalandinu. Þeir eru bara til alls líklegir að skora þau fleiri hér í kvöld. Það var Axel búinn að eiga gott tímabil eftir svona upp á niður tímabil eins og kannski margir í fyrra. Hérna er þetta vel gert, hérna settingin í teginn og þriðja marki, Elmar Kári Kokic og Aron Elí leggja hann upp. Þetta er bara allt of einfalt hjá leikmönnum Afturheldingar. Setja hann hérna á fjársvæðið og fer hérna yfir það og Birkir Már hérna sem lyftur honum hérna inn í teginn og er þetta fjórða markið fyrir stöngina og inn. Þetta er líklega bara sjálfsmark eða hvað. 4-0 eða er það Axel Óskar Andrisson sem skorar fjórða markið hér í dag, eða í kvöld. Sjáum hérna Birkir Már lyftur honum hérna. Axel Óskar stekkur hæðist. Stönginni inn, Axel Óskar ekki sjálfsmark, hvað er ég að bulla? Bræður. Það var Gunnar Bergmann. Og Sævar Atli. Leggur hann hérna út í teginn og Bart Koistra að leggja hann hérna, er að skora 5. markið. Frábærlega varið hjá Hjörvari Daða í markinu. Þetta var Arnar Breki fyrir að stað. Rúnar hérna með skemmtilega sendingu. Setur Hörð Björgvin hérna, Haraldur Björgvin hérna með fyrirgjöfina. Gunnlaugur Orri, hvað gerir hann hérna? Gunnlaugur Orri leggur hann út og Rúnar! 4-1! 4-1! Við erum með leik! Það var vel gert þarna hjá Gunnleifi Orra Gunnleifsinni, hvernig hann dró að sér 2 áður en hann lagði hann svo út á Rúnar Inga. Sjáum þetta hérna, býður, fær annan, leggur hann svo Rúnar sem eftirleikurinn er nokkuð auðveldur og vel klárað hjá Rúnari. En einstaklega